Góðan daginn, Elín. Bjarnadóttir, Sólveig Stefáns, góðan daginn. Kamilla Þorsteins, góðan daginn. Bryndís Richter, góðan daginn. Kristín Axels, góðan daginn. Siggi Jóns, góðan daginn. Kulla Péturs, góðan daginn. Dísa Þorsteins, góðan daginn. Margrét Ós, góðan daginn. Vera Björk, góðan daginn. Heiðrún Haugs, góðan daginn. Guðlaug Richter, góðan daginn. Guðrún Könn, góðan daginn. Svavar Jóns, góðan daginn. Ásta Agnes, góðan daginn. Rannveig Ármanns, góðan daginn. Guðrún Ásgerður, góðan daginn. Áslaug Reynis, góðan daginn. Kristín Rögnvalds, góðan daginn. Jóna Guðrún, góðan daginn. Sigrún Grétars, góðan daginn. Sigurlaug Hrönn, góðan daginn. Ólafur Eggers, góðan daginn. Melkorka Mattías, góðan daginn. Gyða Guðmunds, góðan daginn. Erla Kristjáns, góðan daginn. Gunnlaugur Rögnvalds, góðan daginn. Anna Jóna, góðan daginn. Jæja, þá klukkan 9 á þessum drottinsdegi. Enn ein perlar og hálfsösti hamingjunar og hér eru saman komin í vakandi með Guðna. Þessu öndum saman, hugleiðum saman, hugvekjum saman, en umfram allt þá erum við að færa okkur frá viðnámi og ótta yfir í athygli og vitund. Og við köllum þetta einfallega vitundarþjálfun. Kúnstinn að skilja að við erum eða erum ekki. Og ég ætla að vitna þess í póst dagsins að vera þýðir í sjálfu sér að sleppa sér inn í augnablikið. Og fyrirgefningin er mikilvægasta hugtak sem við þekki. Fyrirgefning, sleppa, eftirgjöf, fyrirgjöf. Þú gefur fyrir þig. Forsenda þess að þiggja er vitund og athygli. Forsenda þess að geta veitt athygli er valfærni, að vilja sig eins og maður er núna, án hvers kyns fyrirvara eða undantekninga. Forsenda þess að vilja sig og valda sér er að fyrirgefa sér, að gefa fyrir sig. Þú gefur fyrir þig. Andstæða fyrirgefningar er að yfirgefa sig. Orðið fyrirgefning þýðir líka fyrirgjöf eða forgjöf. Það er ekki hægt að fyrirgefa öðrum. Aðrar manneskjur eru einar færir það þegar þær eru tilbúnar að verða ábyrgar og valfærar viljandi verur. Það er ekki hægt að fyrirgefa sér fyrir fortíðina, en það er hægt að fyrirgefa sér fyrir að nota sögur úr fortíðinni til þess að skilgreina sjálfan sig í núinu að hafna sér. Að fyrirgefa sjálfan sér þýðir einfaldlega að þú lætur af hugsýki, þráhyggju og þeirri blekkingu að einhvað sé rétt eða rangt. Þú leggur til hliðar þá hugmynd að hægt sé að gera mistök. Þú hreinlega sleppir hvers kyns bulli og þvælu og sem þú notar til að þræta fyrir eigin vanmætti og heimildarleysi. Hugsum okkur þetta. Að við skulum vera fangar í okkar eigin sögu. Að við skulum vera að þræta fyrir vanmætt okkar. Að við skulum ekki vera tilbúin til þess að vera höfundar sögunar í staðinn fyrir leiksoppur sögunar. Og við komum að þessu aftur og eftir, við ætlum að ligna eftir augunum og koma inn í vitund holdsins, inn í vitund verunar. Finna hvernig líkaminn snertir jörðina og jörðin líkaminn. Skynja, njóta, vera. Við hægjum á öllu, hægjum á andardrættinum og þá leið okkar upplifun. Finnum
hvernig líkaminn snertir jörðina, móðurina, og hvernig móðurinn umvefur líkamann. Finnum fyrir orku og stuðning jarðarinnar, krafti og visku. Við veljum að vera hér núna í þessu augnabliki, vakandi vitund, velsæld og kyrrð, og við njótum og þiggjum, finnum fyrir djúpri kyrrð. Við skiljum að allt sem við erum og höfum, allt sem við verðum jörð, og við vottum móðurinni í jörðinni og líkamannum jörðinni, þakklæti okkar og virðingu. Við veitum athyglinni athygli, athyglin sem óháður kærleikur, skilyrðislaus ást, vakandi vitund. Við veitum athygli hugsunum okkar og skoðum. Við skiljum að hugsanir okkar og viðhorf hafa ekkert vægi eða gildi nema við veitum það, og þegar við vitum að við erum ekki hugsanir eða skoðanir, þá höfum við vaknað til vitundar að við erum sál, orka, kærleikur, óháð athygli, og að allt sem við beinum athyglinni að vex og dafnar, líkt og sólin sem nærir bæði fegurstu blóm ásamt illgresi. Við veljum að verja okkar athygli einungis í farvegi blessunar og þakklætis. Við veitum athygli ásetningi í okkar, markmiðum og tilgangi. Ásetningurinn verður að markmiðum þegar við tímasetjum og heitbindum okkur, og markmiðin eru mælanleg, nákvæm og trúverðug. Þau gerast í augnablikinu, ekki á áfangastað, og við njótum ferðalagsins þó svo að við veitum niðurstöðum athygli. Veitum athygli tilgangi okkar. Tilgangurinn kjölfesta hamingjunar, forsenda innblástus og ástríðu, og við berum fulla ábyrgð á tilgangi okkar eða tilgangsleysi. Við leyfum undir meðvitund okkar að vinna í því hver tilgangurinn eða staðfestum þann tilgang sem nú þegar. Veitum athygli andadrættinum, veitum því eftirtekt þegar súrefnið snertir nasavængina á leið sinni inn í líkamann. Öndum að okkur kærleik og frá okkur þakklæti. Umfang öndunar umfang lífsins, og með því að anda djúpt ofan í kviðarholið við að efla starfsemi sogæðakerfisins, en sogæðakerfið holræsakerfi líkamans, og þannig losar líkaminn sig við úrgangsefni. Á sömu stund við að færa lífafl og súrefnin í tilvist okkar, en þetta eru meginforsendur orkumyndunar í líkamann. Við förum síðan í könnun líkamanns og yfirferð. Tilgangurinn með æfingunni að efla líkamsvitund, tjá, skipti og skynjun innan líkamanns, ásamt í að þjálfa það sem við nefnum óháða athygli eða íhugun. Þegar ég nefni líkamshlutana, þá færum við athyglina frá einum vöðvahópi yfir á annan, án þess þó að ætla að breyta einhverju, aðeins að upplifa og skynja, staldra við og finna hvernig athyglin vitundin rými, flæði, mýkt, ást. Þar sem við skynjum viðnám, þá veitum við viðnám með athygli. Ef það sársauki, þá veitum við því athygli, ást og umhyggju. Leyfum okkur bara að vera, ekkert að gera. Við byrjum á hægri rassvöðva, flytjum athyglina niður aftan á liggjandi lærvöðva, inn í hné, kálfa, ökkla, hæl, yl, tærnar, ristina, sköflung, hné, fjór höfða og mjöðm. Skynja hægri fótlegginn í heild sinni alveg niður í iljar og tær, hæl,
finna þessa birtingu undirstöðu tilvistar okkar. Hægri fótleggur í heild sinni. Flytjum athyglinni yfir í vinstri fótlegg. Vinstri rassvöðva. Mjöðm. Komum niður aftanliggjandi lærvöðvan, inn í hnéð, kálfa, ökkla, hæl, yl, tærnar, ristina, sköflung, hné, fjórhöfða og mjöðm. Skynjum vinstri fótlegginn í heild sinni alveg niður í iljar og tær, hælinn og upp í mjöðmina. Skynjum orkuna vinstra megin. Og nú veitum við athygli báðum fótleggjum, iljum og tám, finnum hvernig við stöndum í rætur okkar, fætur okkar, hvernig við erum tengd, jarðtengd og hvernig rætur okkar nær okkar tilvist. Finnum þessu orku, undirstöðu orku okkar tilvistar, tengingin við jörðina. Og við finnum fyrir báðum fótleggjum komum upp og inn í mjaðmir, neðra bak. Og nú flytjum við athyglina í hryggjarvöðvana og eltum hryggjarvöðvana upp með hryggjarsúlunni, miðbak, efra bak og allarleið upp í herðar. Skynjum bakið í heild sinni. Komum niður hægri axlarvöðvan í axlarkrónuna, þríhöfða, olnboga, framhandlegg, úlnlið, handarbak, fingur, lóa, framhandlegg, tvíhöfða upparms, axlarkrónu og axlarvöðvan, hægri handleggur í heild sinni alveg niður í fingurgóma og upp í axlarkrónu, axlarvöðvan. Skynjum orku hægri handleggjar. Finnum hvernig lóin liggur í vinstri hönd, þumlarnir snertast. Komið athyglina yfir í vinstri öxl, axlarkrónu, þríhöfða, olnboga, framhandlegg, úlnlið, handarbak, fingur, lóa, framhandlegg, tvíhöfða upparms, axlarkrónu og axlarvöðvan. Og nú vinstri handleggur í heild sinni, skynja handlegginn, alveg niður í fingurgómu og upp í axlarkrónu og þaðan upp í öxl. Og nú skynjum við báða handleggi, finnum hvernig lóar liggja saman, þumlarnir liggja saman. Finnum orku handleggjana. Handleggirnir eru tjáningin, hvernig við snertum og þiggjum tilveruna, hvernig við gefum og þiggjum. Komum með athyglina upp í herðar, aftan á hálsvöðvana, framan á brjóst, brjóstvöðvana, inn í rými hjartans og lungnanna og niður kviðvegginn. Skynjum búkinn í heild sinni. Og eltum hálsvöðvana aftanverða upp í hnakkann, upp á hvirfil, fram á ennið. Og komum núna yfir á hægra gagnauga og hægri hlið andlits, kinn, eyra. Eltum útrönd eyrans niður að snepli og kom inn í hlustina, inn í eyrað. Skynjum heild eyrans og heyrum, hvernig við heyrum með hægra eyran. Umhverfið, rödd mína, hvernig við hlustum,
Flytjum athyglinni yfir á vinstra gagnauga. Vinstri kinn, vinstri hlið andlits, eyrað vinstra megin. Eltum síðan útrönd eyrans. Niður að snepli. Inn í hlustunna, inn í eyrað sjálft. Og nú hlustum við með vinstra eyrað. Umhverfið, niðin, umhverfið hljóðin, heyrum með vinstra eyran. Og nú hlustum við með báðum eyrum. Veitum báðum eyrum athygli á sama tíma. Skynja. Kom með athyglina upp í hægra augað, augntóttina. Skynjum augnlokið og hvernig augsteinin snertir augnlokið. Augabrúnin, hægra megin. Flytjum athyglina síðan yfir í vinstri augað, augntóftina, augnlokið og hvernig augasteinin snertir augnlokið. Augabrúnin. Veitum athygli. Skynjum nú báði augun á sama tíma. Og komum nú upp í þriðja augað, augað sem liggur á milli augnanna, milli augnbrúnanna í miðju enni. Augað, allsjáandi auga hjartans, einlægt. Setjum tungubrotin upp í þakkómsins og leiðum orku hjartans upp í þetta þriðja auga og horfum upp innanfrá. Skynjum orku ljósins og flytjum athyglina niður nefið, niður á nefbrotin, hægri nasavæng, vinstri nasavæng, nefið í heild sinni, efri vör, eltum efri vör frá vinstra munnviki yfir á hægra munnvik, neðri vör frá hægra munnviki yfir á vinstra og skynjum hvernig varirnar snertast. Komið athyglina niður á hökuna. Niður hálsvöðvana framanverða, inn í brjósthólið, inn í bringuna, inn í rými hjartans og lungnana og stöldrum aðeins við inn í rými hjartans og lungnana, sæti sálarinnar. Skynjum ylinn og blíðuna með við þökkum líkamanum fyrir sína tilvist, að segja að þjóna sálinni, holdgervingurinn, geimbúningurinn, líkaminn, mustrið, hvernig sem við köllum þennan jarðveg okkar tilvistar, vottum honum virðingu, finnum fyrir djúpu þakklæti í gerð okkar, sleppum öllu viðnámi, öllum dómum eða gagnrýni, komum bara inn í fegurð augnabliksins, þess að við njótum þess að vera í holdi, njótum þess að vera á jörðinni, af jörðinni, skiljum að forsenda þessa holdgerðings jörðin sjálf og svo næring sem okkur veitt. Og það í okkar höndum að nýta byggingarefni sem okkur stendur til boða til þess að viðhalda þessu musteri sálarinnar.
og augun eru ennþá lokuð og við erum bara að njóta, að upplifa, fylgjast með öndunni, skynja að öndunni er hægt verulega á sér. Heyrum aðeins í öndunni í kokinu, hvernig sjávarfallsöndun eða útjæjöndun. Og rifjum upp að umfang öndunar er umfang lífsins. Það dregur engin andan fyrir okkur, það er í okkar höndum að draga andan. Og við fáum 24.000 tækifæri á sólarhring til að draga andan viljandi í vitund, eða óviljandi, djúpt og rólega eða hratt og grunnt. Og það er ekkert rétt eða rangt við öndunina, bara birting, opinberað ástand okkar tilvistar, hvernig okkur líður með okkur. Erum við hrædd í viðnámi eða erum við vitund í trausti? Þetta er valið, að velja sig eða hafna sér, að fyrirgefa sér eða refsa sér. Við ætlum að anda aðeins inn í þessa birtingu, förum inn í eldöndunina. Og eldöndun er þannig að við drögum naflann upp að hrygg og við öndum frá okkur, og það er líka gott að nota rótarklemmu með þessu, þannig að við erum að klemma saman rótina leið og við öndum frá. Og til að tæma okkur og draga saman rótina og grindarbotnin og síðan þindina. Klemma þetta saman og halda, þrýsta orkunni sem við vorum að virkja upp hryggjarsúluna, upp hálsinn, upp nakka, fram í enni og upp í hvirfil. Og við höldum líkt á því að við verðum að þrýsta tappa úr flösku innan frá. Þrýstum orkunni upp og fram í þriðja augað. Og svo sleppum við alveg og finnum hvernig orkan flæðir, streymir. Njótum þess hvernig hver einasti krókur og kimi líkamans fyllist af ljós, orku, lífafli, ást. Og hugtakið sleppa er einmitt það sem er umræði í dag. Fyrirgefningin þýðir að við erum að sleppa okkur inn í augnablikið. Getum ekki sleppt aftur fyrir okkur eða fram fyrir okkur, við getum eins og að sleppt inn í augnablikið. Og það er engin athöfn stærri en að fyrirgefa sjálfum sér, að vilja sig umbúðalaust. Þegar maður fyrirgefur sér ekki, þá er maður sekur, maður skammar sig, maður hafnar sér, maður dæmir sig, maður refsar sér. Og maður er í einelti gagnvart eigin tilvist og birtingu. Þegar maður sleppir, þá kemur rými, þá kemur streymi og þá koma möguleikar. Og þegar við sleppum erum við einfaldlega að sleppa sögunni. Sögunni sem við erum að segja, sögunni sem við notum til að réttlæta vanmátt okkar og útskýra af hverju við erum svona eins og við gerðum okkur. Í þessu felst alltaf ásökun, bæði okkar garð og einnig garð annara.
Ef við höfnum okkur, þá höfnum við öðrum. Og það að fyrirgefa sér ekki umbúðalaust persónuleg höfnun og einelti. Hvenær sem getum við ákveðið að vilja okkur umbúðalaust. Það það sem það þýðir að fyrirgefa sér. Að vilja sig og valda sér umbúðalaust. Koma inn í þá tilvist að við erum flugdrekar í okkar lífi og annara en ekki lauf í vindi sem feykist frá einu bullinu yfir í annað. Við verðum ekki lengur slys, vanmáttug slys, óviljandi, heldur verðum við viljandi skaparar í vitund, verkfæri ljóssins. Og allt sem þarf að fyrirgefa sjálfum sér. Við getum ekki og þurfum ekki að fyrirgefa öðrum. Þeir hins vegar geta séð það sjálfur ef þeir vilja losna úr fjötrum eða viðjum sögunar. Þegar við sleppum og fyrirgefum erum við einfaldlega að breyta viðhorf, sleppa afstöðum og dómum sem byggjast á þráhyggju og forveru fortíð og koma inn í viðhorf sem byggist á núinu þar sem við getum horft í 360 gráður, þar sem við erum ekki lengur blinduð af því sem gerðist. Heldur erum við upplýst af því sem hvað við gerum við það sem gerðist. Orðið vilji sem vald, sem valdandi og viljandi stórmerkilegt. Og þegar við sannarlega fyrirgefum okkur umbúðalaust þá fáum við það sem heitir frjáls vilji og getum valdið okkar athygli og vitund þarleiðandi í núinu, ekki út frá forsendum fortíðarinnar. Þeir sem fyrirgefa sér umbúðalaust hafa getu til að veita því athygli sem þeir vilja núna. En þeir sem fyrirgefa sér ekki geta einungis veitt því athygli sem þeir vilja ekki. Áhyggjur, vanmáttur, böl. Þeir sem eru viljandi verur, þeir telja blessanir sínar og eru í birtu ljóssins af því að þeir eru ekki í tregðunni sem myndast af viðnáminu. Að fyrirgefa sér þýðir einfaldlega að flytja sig úr viðnámi og í hugans inn í vitund verunar, inn í athyglina, inn í augnabliki, inn í það sem við köllum ást. Og spurningin erum við ást? Erum við að telja blessanir? Erum við að beina okkar orku, okkar ljósi og okkar krafti fram á veginn til stuðnings okkur og þessu málflutningi? Eða erum við að draga vagn fortíðarinnar, kerru fulla af eftirsjá og iðrun, þar sem vanmáttur og skortur ræður ríkjum og réttlætingin sagan sjálf. Já en yfirlýsing fórnarlambsins. Yfirlýsing verunar já. Hugsaðu muninn á þessu hvað hann einfaldur og lítill og allt sem þarf að sleppa sér úr oki hugans, opna hjartað og koma inn í vitund verunar og láta ljósið skína þaðan. Þetta það sem okkur stendur til boða. Það stendur enginn í okkar vegi nema við. Og ef við erum að standa í okkar vegi þá það huglægt, afstæða, dómur, vanmáttur, einhvers konar saga sem við erum að segja. Skoðið söguna og veltið því fyrir ykkur hvort hún þjónar ykkur enn. Þjónar það ykkur að vera fjötruð í forsendum fortíðarinnar eða þjónar það ykkur að vera frjáls, birting, opinberun augnabliksins hér og nú. Viljum við vera máttugar, mættar verur eða viljum við vera vanmáttugar, fjarverandi, fjarverur? Og svarið augljóst. Við viljum vera ljós. En við þurfum að þjálfa veruna alveg eins og við höfum þjálfað fjarveruna. Við þurfum að þjálfa vitund alveg eins og við höfum verið sólgin í afþreyingu, fjarvist.
Ef maður vill sig ekki þá þolir maður ekki við í eigin návist og gerir þar leiðandi allt sem í okkar valdi stendur til þess að minnka sársaukinn af oki hugans. Leiðu þið viljið ykkur umbúðalaust, þá minnkar þessi hávæði. Og við lygnum aftur augunum og komum í vitund hjartans. Á því augnabliki sem þú velur að fyrirgefa þér, með því að láta af afneitun og höfnun, þar sem þú yfirgefur þig og niðurlægir í núinu, öðlastu frelsi frá oki skortísins í huga þér og lætur af því blekkingu að þú sért ekki nóg núna. Þú verður valfær, færum að velja þín eigin viðbrögð í stað þess að bregðast við eins og hrætt dýr. Fyrirgefningin að taka fulla ábyrgð á orkunni sem þú hefur til ráðstöfunar á þessu augnabliki og velja hvernig þú vilt ráðstafa henni. Þú velur að vera ekki lengur fórnarlamb í eigin sögu. Og leið og þetta val á sér stað, þá ertu að sleppa þér úr legasögu og blekkingu og oki hugans og býrð til rými fyrir aðra birtingu. Verður ljómandi vera. Öndum inn í þessa vitnesku sem býr í okkar hjörtum. Við erum að rifja upp saman þekkingu sem að býr í hjörtum okkar. Við vitum þetta öll. Við þurfum líka að skilja að ef við erum að þræta fyrir vanmætt okkar, þá erum við að fá okkur út úr því. Sleppum, fyrirgefum okkur umbúðalaust, leifum okkur að vera eins og við gerðum okkur. Viljum okkur, elskum okkur og njótum. Það stærsta gjöfin sem við getum gefið okkur sjálfum og tilverunni leið. Verið ljómandi. Ég minni á Máttur hjartans byrjar 29. þriðjudagskvöldið 1930 og gaman væri að sjá ykkur þar. Takk fyrir mig.